Vona, það er þetta komið sæl og blessuð, við erum velkomin í beina útsendingu mínu, ég heiti Aron Óskarsson, þið eruð að horfa á beina útsendingu hjá GT Akademíunni. Ég sagði þetta tvisvar, ég gerði mér ekki grein fyrir því. Þetta er formúludeildin á Íslandi, þetta er bara eina og sanna formúludeildin, þetta er ekki formúlu 1 deildin, þetta er ekki formúlu 1 leiknum, við erum að keyra í iRacing, það er það sem við erum að gera hérna. Keppendafundurinn er óska eftir öllum inn í pit. Tilkynning frá bílstjórum. Keppendafundurinn er að hefjast. Skellleikurinn í pit. Sjáuði keppendur, sjáuði brautina, við erum á Long Beach í Bandaríkjunum. Long Beach er sturluð braut. Hún er alveg svaðalega. Háli Geiri, Tristan, hérna eru nýjir spjallarar mættir. Líka Computer Wingman. Sælir. Herðu, hér hikstart streymið. Hættu þessu streymi. Ekki drugl. Engan tíma í þetta. Já, við erum hérna í USA. Bandaríkjunum, við ætlum að horfa á hörkusperrandi kappakstur, það er haugur á keppendurvinni hjá okkur. 15 allavega, er það ekki? Býtu. 16 keppendur. Ef að Hinrik Haraldsson kemur sér inn á brautina í tæka tíð. Ég ætla að vera þetta einn og röfla ykkur og skipta myndavélar og sína ykkur eitthvað skemmtilegt sem er að ske. Síkurna brautina en þetta er beygja 1 sem er komað inn beinakaflan og fara svo inn hérna til hægri á skjánum ykkar. Og fara þér hérna inn í ringtorkið mitt, góða, þetta er góðspunurinn góði, svo fara þér hérna á stað og inn í beygju 3 og 4. Það er að beygja 5 hérna inn, þetta er allt svona, það eru veggir hérna út allt. Lítið pláss og mjög bumpi braut. Ég var að horfa á æfingu hérna hjá þessum keppendum og þeir voru eiginlega bara að æfa sig að klessa á. Vonandi eru þið bara búnir við það og ætla núna bara að klessa eitt á og halda sér rosalega örugum og allt er í lagi. Og það eru komin að einni hættilegustu beginni hérna í brautinni, hairpin beginni, með síðasta beginni í brautinni. Og já, hún er mjög mikil uppbegin eins og þið sjáuð. Það er komið fullt af gúmmi hérna yst í brautina nú þegar, þannig að það þýðir lítið að vera að keyra þar, því þú ert með mjög lítið grip þar. Þannig að ef maður gefur of mikið pláss í þetta, þá getur einhver stungið sér innan og maður er snöggur að tapa sætinu sínu þannig, eða lendi í veggnum. Það er það sem ég sé mikið gerast líka, þannig að kannski það sé best fyrir keppendur bara að sleppa því að vera eitthvað og sáfram með það hluti, sko. Hættum okkur aftur upp í loftbelginn góða hérna og ætlum að bakka alltaf vel út. Lengst hérna upp í loftið. Sendum loftbelginn burt. Og við látum þetta snúast hérna í smá stund á meðan ég poppa upp þessi hérna. Race info. Ég hefði átt að vera með bara uppi á meðan ég var að tala brautina á fulla. Það er ekki snill. Það er bara verið briljant. Er ég ekki með hérna einhverja myndavél hérna sem var svona þessi. Scenic. Þessi er flott. Ég er stórglæður í mér. Ég ætla að sýna ykkur næst. Já, brautarhitinn. Sjáu þið hérna. 45 gráðu hiti á malbínu. Malbínu er sjóðandi heitt. Þannig að ekki bara það þessi þröng braut og hoppandi og skoppandi braut. Mjög ójöfn. Þá er þið einnig að fara að keyra gríðilegum hita og gríðilegur hiti þýðir mjög lítið grip. Og þetta verður óþægilegt að mörgu leyti fyrir keppendur. Ég ætla að vona að ég komið svona heil út úr þessu. Það er bara því við nennum ekki að horfa á einhver rugl. Þetta meikar ekkert sens sem við erum að horfa á hérna. Þetta er bara algjörlega út úr kú. Maður rístarta þessu forriti. Forriti bara reikna út eitthvað frá æfingunni sem við vorum að horfa á hann. Við skulum bara horfa hérna á svona gullfallega gosbrunn. Það verður að peppa Fenrir. Það verður að peppa Aron, sjálfsögðu Aron alltaf 12 ára snillingur. Halló, hárugu boltar, hann er að heilsa vinnu sínu hérna. Ég ætla að vona það, þetta séu vinnur hans. Hárugu boltar. 30% DNF í kvöld. Þú sagðir það, ég ætla ekki að segja nei við því allavega. En það var þú sem sagði það. Þannig ég er að festa hennan mikrofón hérna, hann er alltaf að detta eitthvað fyrir. Það gengur ekki. Já, hann heitir náttúrulega Harry Balls, það make sense. Sjálfsögðu. Það er trackmapparna sem make ekkert sense, ok, flott, glæsilegt. Svona, þetta eru stíginni sem þau eru í alvörunni. Skulum ekkert vera með neitt rugl í gangi. Formúludeildin. Við ekki að fá lagið bara einu svona enn.
Og ekki einhverja fleiri útgáður af þessu, hérna. Hennan hérna, trítlaðið undir. Gunnar Karl er búinn að leiða þessa mótoröð og hann er búinn að vinna hverja einustu keppni, síðustu keppnina þegar Hákon Jökulsson náði að snikla sér framúrunum í lokinn og náði svo að halda sér þar eftir að Gunnar Karl síðan gerði mistök og misti sér alveg niður fyrir, náði samt að snikla sér aftur upp í annað sæti, langar mig að segja. Það var hægt að fara með músina þarna yfir. Það er það sem ég þarf að gera, þá kemur hyggst. Nýðusögur síðust keppni, ef þið langar að skoða ykkur upplýsingar og farið inn á githjap.is/formula með stóru U, formula. Það eru allar upplýsingar þessar keppnir hjá okkur. En jú, það Gunnar Karl náði að koma sér upp í annað sæti í síðustu keppni. Þráttur að hafa endað þetta, hann var í 4. eða 5. sæti þegar að stutt eftir að keppni. Með flaggið okkar upp þarna, það þýðir að tímatakarnar að fara að hefjast. Þeim er bara mjög gott mál og við mjög spennandi tímatökur hérna. Það er alveg spurning að við setjum upp sérstakar veður aðstæður hérna í keppni framtíðinni bara til þess að fá juicy tímatökur. Það sem að veður aðstæður eða það sem brautar aðstæður myndu skána. Mic check for Andra Maris. Gotcha. Ekki samlega því. Hvað segir chat? Hver haldið að vinni þessa keppni? Við erum hérna með Fenrir á kameru, held ég, er það ekki? Nú, við erum með Ívar á hvolfi, frábært. Transform, Rotate 180, þarna, Ívar Máni. Fenrir vilist hafa þetta upp. Það gerist ekki neitt. Nú fyrir við hérna most exciting. Skellum í sammyndaðil bara. Ég sé það hérna á sjáum mér að Bölva hyggst í gangi. Hverju það er veit ég ekki en ég ætla að reyna að leysa þetta fyrir ykkur.
okkur. Afsakið þetta. Segðu, ég hef bara að vera hleypandi en hann var kaflan út af þessu. Nei, ég bara kom verða úr beinu undan og var hægur, sorry. Hljóðið ennþá alveg, þetta bara glitsaði tættur. Ég slökkti á YouTube-settinni. Ég skal prófa að sjá hvort það sem alveg. Það er alveg magnað þegar maður er búinn að prófa svona hluti með svona testfítusum, þannig að þeir kom ekki í beinni, þannig að allur heimurinn sjáu það ekki, maður íti bara svona test, bara allt virkar, ekkert vesen. Og svo núna þegar við erum með þetta allt í beinni, þá þetta á að vera sama álagið, þetta á að vera eins, er það ekki. Svona er þetta stundum, herðu, Eyjó, hérna er að horfa á hann, það er Hákon Darri sem er í fyrsta sætinu og Patrekur Magnússon sem er í öðru. Hefði það verið eðlilega að sjá 0 þarna með tímunum þeirra, þá finnst það skulle vanta 0. Þetta er svona í last lap hjá mig líka.
Þetta er mjög furðulegt. Þetta í statuspartum mitt á vinstra veginn. Jæja, allavega. Það er 1-5. Hver er það góð? Nýtt lifir í þessum drengjum. Klunkunýtt með þess að. Hyggst er þetta. Er þetta hyggst alveg ómögulega mikið? Það er okkur ennþá hyggst. Stendur þetta sé komið í 2% hyggst hjá mér núna. Það er gott að fá smá fyrir að geta í það á sjálf mig líka. Og tala og lísti sem er að gerast. Fá upp mína tímatöflu hér, þannig að ég sjá henni hvað er að gerast. Patrikur þá er eitthvað að slundra bílnum sínum. Frá Fenrir. Hér er Alexander. Hann er að hita dekkin sín. Virkilega flott lifir hjá þeim núna. USA! USA! Jæja, verðist ennþá að vera að hugsa þetta. Reyni. Prófum þessar stillingar. Þetta skáni eitthvað. Hér er Yngvi Jón. Getur ríli turbogöldur. Þeir eru alltaf með einhver geggjur lifir í þessi drengir. Og þeir svíkja það ekkert hér. Frekar en áður. Það vandamál við kannski er að við náum aldrei að sjá hvað er að gerast. Þannig að nú ætlum við að gera það. Við ætlum bara að íta bara á pásu á veröldin okkar. Hvað erum við að horfa á hérna? Kamerur, takk. Hvað er þetta? Hvað er þetta? Er eitthvað grindverk fyrir? Af hverju gerir einhver fyrir hvað ég er að horfa á? Er einhver bara að býta nú við? Jú. Þetta er að... Hvað heitir það gæn? Þeir klikka aldrei þessir. Það er svoleiðis. Þeir klikka aldrei á að gera góð lifir í þessi stillingar. Það eru 7 mínútur eftir á tímatökunni. Hákon er þá í fyrsta og Patrikur eftir hann í öðru. Aron Breki er í 3. sæti og Gunnar Karl er í 4. sæti. Er komið rétt lifir í áan Aron Breka loksins. Ég ætla að spurning hvort við fáum rétt lifir á hann. Það væri gaman. Var verið að setja nýjar merkingar á bíluna saman.
lítil breyting hérna uppi. Hákon að taka raðasta ringin sinn aftur. Gull tryggja sig þar svolítið, hann 300 millisekundum undan, tæpum 300 millisekundum undan. Já, race control að inni líka, frábært. Kert. Komum svo Stefán og fennir hérna í McLaren Racing. Þetta er Stefán sem að býr til hápunta myndandur fyrir okkur. Þórhallur koma sér upp í 7. sæti. Gunnar Karl setjast upp í 2. sætið. Komið heil og sæl, dömur mínir og herrar. Gunnar Karlinn er mættur. Hann er vaknað til lífsins. Hann er 4 mínútur eftir þessari tímatöku. Gunnar Karl er bara komin inn í pit. Hann er að teygja úr úrliðunum á sér. Mögulega fer hann aftur út á brautina. En það er Patrikur sem er núna nýi liðsfélag hans. Bjarki hætti. Hann ætlar að snúa sér að námi. Og fyrir vikið er hann Patrikur kominn í Aðalbón Racing Team og við óskum honum góðs gengis og hann bara fáránlega velkominn. Hann er virkilega hraður bílstjóri. Tók þátt hérna í jólamótinu með okkur. Hann er að ná sér í gúmmi, hann er að hleypa fram úr sér. Alveg klístrar hérna ofan í bílfluguna. Hann er búinn að vera að keyra mikið í R-Factor leiknum sem er mjög góður leikur og hefur mikla reynslu þaðan. Mjög góður bílstjóri sem ég segi. Sigraði jólamótið okkar. Það var ekki á svona GT3 bílum. Það var virkilega góður akstur. Broadcast guy, ég fekk að taka þátt í því. Allir hérna núna með einhvern plús á sér nema Stefán Freyr gæti verið að bæta tíma sinn. Wally follow, eitthvað svona. Bumpaði alltaf vel hann í. Hakka bílinn sinn. Pétur Ingi turbogöltur. Við sjáum við tíman aðeins að þeim. Það er alveg 2 mínútur eftir af þessari tímatöku. Þannig að nú fer allt að gerast. Fenrir að koma sér upp í 9. sæti. Virkilega vel gert. Start og stöðut hérna búin að vera að bæta tíman sinn fyrir utan hann á 5. ring en 8. ringurinn var ringurinn. Neglir sér hérna upp listan og í 9. sæti. Sorry, Jón. Pétur Illugi stingar sér upp í 7. sætið. Jú, Stefán, það er rétt sér, YouTube er down. Ég veit ekki hvort að það var að valda því að þetta hyggstæði náðan eða ekki. Það byrjaði að minnka svaðalega mikið hyggstið hérna hjá mér, þannig að ég er að spáði að halda þessu svona, ég ætla að prófa. Ég ætla að prófa. Það prófa að kveikja á YouTube aftur, ég veit ekki hvort að linkurinn kveikir á sér aftur eða ekki, en við sjáum til.
Mögulega erum við komin aftur í ganga á YouTube. Ég að vonast til þess. Þá tímatökun að ljúka hjá okkur. Ég að deila hérna smá póstum svo Já, mér finnst þetta að ljúka svona. Hákon Jökulsson tekur forystina. Við blöstum mína góða lagið okkar til þess að fagna þessu. Við heldum séum live á YouTube aftur. Og það virðist ekki alltaf hyggsta neitt meira hérna hjá okkur. Þannig að við erum í nokkuð góðum málum svo lengi sem að það ekki allt óskýrt og ógeðslegt þarna á Twitch hjá okkur. Það svoleiðis? Hvað segir kæra chat? Hægt að horfa á þetta ennþá? Horfum við komin aftur. Ég farin að fylgjast betur með núna. Eitthvað að gera þarna. Það grittið mitt. Bobbum þetta eldsnögt. Hákon Darri Jökulsson tekur fyrsta sæti. Það Gunnar Karl sem að stinga sér upp í annað sætið. Enn og aftur ekki búin að taka myndina á honum guffa hérna í burt. Það Patrekur Magnússon splunkur í kappatíðin hjá okkur í þriðja sætinu og Sigurgeir Lúðvíksson í því fjórða. Síðan kemur Aron Breki Valgeirsson í fimmta sæti. Þórhallur Ingi Jónsson í sjötta sætinu og í sjöunda sæti Pétur Illu Einarsson og Alexander í áttunda. Nú heyri ég þá snúa mótorunum sínum á Fenrir Þór og Andri Marís. Við erum að hoppa ansi rættir það því ég veit ekki hvenær þetta byrjar eða hvort að griddstillingarna mínur hafi virkað. Ingu Jón og Ívar Máni. Eyjólfur Jónsson og Hinrik Haraldsson. Nú fer þetta að gerast. Þeir eru farin af stað. Allt í heilu lagi hér. Allt í góðu lagi, það enginn í klessu.
allir þokkalega öryggir í gegn. Geta skið hérna að henda á sem að þarf að athuga eða neitt að gera þetta upp. Hérna er nánast snerting. Tæpur var hann en ekki of tæpur þó. Treklum okkur niður listar í dag eins og sjáum Það sem er á fjúeli sitt, fyrir utan sömur. fyrsta sæti. Gunnar Karl kominn þangað og Hákon Jökulsson situr í öðru sæti. Nei, hann er í fyrsta sæti. What? Þetta breytist allt hérna hjá mér. Gunnar Karl er ennþá í öðru sæti. Hákon er að stinga sér vel burt. Þetta sá ég þá aldrei þegar þeir fóru fram úr görðum, þannig að ég skildi alveg hvað það gerst þarna. Hörðu, hérna er eitthvað að gerast þarna fyrir aftan. Fyrir að hægja á sér eitthvað. Þetta á að vera interval og þetta á að vera gap, svona, og er það eiginlega fyrir maður að sjá hvað er að gerast hérna. Þar er Fenrir, hann er hann inn í pit, já. Þetta er einhver í smalli líka. Fenrir er skemmtur. Stefán Freyr virðist hafa lent í einhverju hér. Já, endursýningu af því. Bremsar allt of seint. Sama á Ívar Máni gerir nema Ívar Máni er með stútaðan framenda. Nær ekki að bremsa. Hvað kom fyrir hjá Ívari Mána? Við fara þetta niður hennan incident lista hjá mér. Finna út úr því. Robert, það er ekkert um það hvað kom fyrir hann. Ekki neitt. Þetta hljómaði eins og árekstur. Patrikur situr í 5. sæti núna. Aron Breki komur upp í 4. sæti. Og Sigurgeir. Að sjá eitthvað á sig. Það er svo margt búið að gerast núna. Og ég veit ekki hver fór fram á hverjum hérna og hvenar. Nei, Hinrik. Réttaði gegn hjá þeim. Það er sem að hoppa hérna fram og tilbaka. Þórhallur Ingi í 5. sæti er að koma sér fram úr bílum sem eru hægari umferð. Í Pétur hérna sleikir. Þarna var einhver í klassu. Einhver að mökka bílinn sinn. Þórhallur kominn í vegginn. Sigurjón Páll Helgason vantar á hann afturvæng. Hákon er ennþá í 1. sætinu með gott bíl í Gunnar Karl sem leiðir mótið. Aron Breki er hérna á hælunum á honum Sigurgeir. Skellum okkur upp á bíl hjá Aroni Breka. Nálgast. Hann er samt ekki að ná honum en hann er að nálgast hann. 500 millisekúndur á milli er hann núna. Þetta er búið að vera 600-700 cirka bát. Það er hörku kappaturinn. Það er Patrikur að koma sér fram úr aftur eftir lélegt start. Hvað var það sem kom fyrir hjá bílunum við hérna er að hraðast inn á listan hjá mér. Stefán Freyr að taka stoppið. Þarf að snúa hérna við. Veitum fyrir var enginn að koma þarna. Þetta er Aron Breki búinn að minnka bílinn niður í 400 millisekúndur. Já, þetta var funky.
Hákon í fyrsta sætinu. Hérna er Ingu Jón í sókn. Hinrik Haraldsson. Eyjólfur. Stefán fram úr sér hér. Sigurgeir er að nálgast Gunnar Karl. Og þar fast á eftir honum er hann Arnbringi. Hérna er hörkubarata. Eyjólfur að koma sér fram úr honum. Stefán er að hrynja hérna niður listan. Stefán í bölvuðum vandræðum með þetta. Það er hörkubarata hérna annað sætið. Sigurgeir er á hælunum á honum Gunnari. Og Arnbringi er hér með. Þeir eru að sleikja veggina hérna. Ríkalegar fréttir hérna af Fenrir og Stefáni. Ríkalegar fréttir af Fenrir og Stefáni. Glemdu að setja pittin sinn í gang. Nei, bensínin sitt í gang og er ekki með nóg bensín, er bara með 20 lítra tímatöku bensín. Og við vitum öll að það dugar ekki. Alexander Hauksson er að koma sér fram úr Ívari Mána. Ívar Máni er nú þegar 2 hringjum á eftir. Stefán er 1 hring á eftir. Það er einhvern veginn 7 hringir liðnar á þessari keppni. Óhöppin geta aldeilis tafið menn. Það er mjög óþægilegt að þurfa að fara fram úr mönnum hér. Sorry. Þá erum við að náum okkur hérna í zoom-takkana okkar. Það getur þið að sakast. Annara, með ekkert skemmt. Einhverja skemmtilega appelsínu þarna aftan á Sigurgeir. Arnbringi neglharður þetta rétt fyrir aftan hann. Ætlar að nýta sér það þegar að Sigurgeir gerir mistökin, ef hann gerir mistökin. En það sama er Sigurgeir að hugsa hann Gunnar Karlina rétt fyrir framann og á meðan er Hákon bara að rífa sig burt og stækka bilið. Komin 5 sekúndum undan. Hinrik, hann er að hleypa hérna Patriki fram úr sér. Já, hleypa. Patrikur er bara talsett hraðari, verður að vinna sér upp listan aftur. Ég vil deila að fá einhvers konar kerfi sem að læta mig vita þegar Patrikur er að ná einhverjum. Ég veit það að hann áttur að vinna sér upp listan. Hann er í 14. sæti að hann. Sjáuð Arnbringi hann dansandi út. Alexander, Ívar, Stefán og Eyjólfur, allir komnir inn í pit. Eyjólfur virðist gera einhver mistök. Þarna. Jep. Þarna leitað út eins og Patrik hefði farið á hann, en Patrik er slapp í raun og verið, þannig að það byrtist bara á hann partaður aftur. Hann er líffastur hérna. Förum aftur á baráttuna sem er fremst. Arnbringi. Ísók. Sorry. Alexander. Koma út úr pittinum. Allt. Hæft verða, já. Einhvern veginn þarf að gera þetta. Þetta er bara þröng braut, kæru vinir. Svona þarf að gera þetta bara. Hæft var það maður, hæft var það. Patrikur koma sér fram úr Inga Jón. Sjá endursýninga því. Nýkla sér vel hérna upp. Nýti sér
galopna hurð sem Ingo Jón skilur eftir og sleikir vegginn hérna og komið fram úr og hendur okkur aftur fremst. Baráttan annað sætið. Það hljómar alltaf eins og þeir séu að snerta veggina en einhvern veginn var nefast að þeir séu að snerta veggina. Það hvergi þéttarsetið inn í augnablikinu. Tíu hringir liðnir af 67 hringjum hér á Long Beach í Bandaríkjunum. Þeir eru aldeilis að þéttast. Hérna er að koma á hægari bíla. Yngvi Jón, Eyjólfur og Alexander mögulega í klessu. Eyjólfur komin inn í pit. Hörku barátta hér. Hérna er turbo göltur á milli. Já, það er Sigurjón Helgason. Hann hleypir hér fram úr. Það er erfitt að hleypa fram úr þegar að keppinauturinn er beitt fyrir aftan þig. Örfáum sekundum fyrir aftan þig, meira þess að 1,5 sekundum fyrir aftan þig. Hér er Sigurjón Helgason að koma sér fram úr. Það er Hinrik. Það er hægur hérna út. Missir Þórhall fram úr sér líka. Hinrik náttúrulega ekki búinn að æfa þessa braut. Hann einu viti og hefur keyrt hana sjaldan, þannig að það er ekkert skrýtið að hann sé hægur þarna út. En Aron Breki hérna alveg ofan í Sigurgeir. Gunnar Karl aðeins búinn að ná að hrista sig frá þeim. Hann er eflaust mjög feginn að vera búinn að losna við pressuna sem var þarna fyrir aftan hann. Hún er svo sem ekki alveg farin, hún er bara komin lengra í burtu. Sigurjón hér að sækja ansið hratt á Ingo Jón. Það er árás að fara að gerast. Ingo Jón tekur varnarlínuna, fer það fyrir ekki svolítið vítt og klessir á, lendir í veggnum. Hann er kominn fram á hittinum. Þannig að það er heill hringur framundan hjá honum. Já, þetta er ná öryggisbíll. Það er ekkert að spá í honum. Aron Breki. Ennþá í sinni sókn. Gefur ekkert eftir. Fenrir Kukt segiði. Fenrir eru með DNF, já. Did not finish. Hann er stopp. Hann er komin í pitinn og þetta er búið hjá honum og saman og Seyman Stefán. Þeir eru kominir í pitt. Og þeir eru ekki bara að losna þaðan, held ég. Það er ekki með neitt bensín og það þýðir ekkert að gera neitt í því. Sjá þetta flotta dans hérna. Andri Maris Hilmarsson may have crashed, stendur hér og er komið með kjötbóluflagg, keyrir hérna utan í vegginn og mölvar hjá sér dekkið.
Hann ætlar að reyna að limpa í pittin. Það er það besta sem hann getur gert. Og hérna er hann alveg í skralli, kallinn. Ennþá að reyna að koma sér. Koma sér í gegn. Hann kan kíkja á Þórhall. Þórhallur sem er í bullandi sóknina á hann Sigurjón. Það fari ekki að líða því að hann reyni einhverja góða árásinn á hann. Herpinn beðin okkar góða. Hann er Andri Marís að koma út. Ó, já, þetta slapp. Og Ógið sem hann hefur hérna. Komin upp í hliðina á. Og er hann komin fram úr? Jep, hann er komin fram úr. Þórhallur Ingi Jónsson komin fram úr. Virkilega vel gert. Sigurgeir er aftur komin í löðrandi sókn á hann Gunnar Karl. Gunnar Karl hafi gert einhver mistök eða bara er hann ekki að halda sama dampinum. Hann er allan ekki það langt frá honum Hákon. Spurning hvort að Hákon hafi sleikað hans af. En hér er hann Patrekur Magnússon að setja besta ring. En það komin upp í 7. sætið. Hann var í 14. sæti á hann að við skallast ekki í startinu. Við sjáum þetta allt saman í endursýningunni eftir þegar keppnin er búin á fyrir við niður listan og skoðum þetta betur. Stresslaus umhverfi, skulum við kalla þetta. Býttu nú við, hverju misti ég af? Aron Breki er með skemmtan framvæng. Getur það verið að Aron Breki sé að keyra svona hratt með skemmtan framvæng? Hann verðist nú aðeins vera að missa á fannst það. Hverju með Gunnar Karl að ná hérna? Er þetta Yngvi Jón? Já. Ó, Yngvi Jón bombar sér í vegginn. Og Aron Breki framvængslaus, kemur sér þetta fram úr. Það er ekki að sjá á öðru nema hann sé bara framvængslaus. Með við aksturinn á honum allt í núna, en hann er að keyra merkilega rætt með að vera framvængslaus. Sjá það núna hérna hvort hann fyrir inn í pittin. Þá er hann augljóslega að sjá það saman við. Ok. Hann kannski sér fram á að tapa meiri tíma á því að skiptum framvænginn. Það er ansi mikið eftir þessari keppni samt sem aður. En ef hann getur beðið fram að öryggisbíl, þá er spurning, hvenær kemur öryggisbílinn? Það er eitthvað algjörlega ekki líklegt að mér finnst. Meðan við þetta að horfa á tímatöflun, þá er bara einn sem er hring á eftir núna. Svo er bara Stefán og Fenrir sem eru stopp út af. En byrju, jú. Eitthvað er að gerast. Eitthvað hefur gerst einhvers staðar. Það er eitthvað risakrass. Við erum að fara hérna aftur á bakgrunn að finna þetta risakrass. Eyjólfur, þetta er eitthvað mögulegt krass. Eyjólfur í vegg. Fylgir enginn á eftir honum með það. Þarna gerðist það, já. Þetta er ástæðan fyrir að öryggisbílinn var settur út. Þetta er ekki skemmtilegur. Þetta væri í 5. skipti sem að keppni hjá Alexander eyðileggst af því að einhver verður fyrir að gera einhver mistök. Alexander kemur bara inn í þessi mistöku bara þurru. Ég ætla að vera mjög sammála þessu. Og svo ástæðan hafa náttúrulega ekki verið svo að Alexander hefur lent oft í árekstrum en út af því ætla ég að vera mjög sammála því að það þurfa að koma út öryggisbíl hérna. Þetta flækir málið til talsvert
fyrir honum Hákon Jökulsson sem búinn að vera að leiða þessa keppni með 6-7 sekundar forskot núna í svolítinn tíma. Allan á 5 sekundar forskot bara eftir fyrstu 5 hringina. Þannig að það verður spennandi að sjá hvað gerist núna. Spennandi að sjá. Og allir að hópa sig saman aftur. Ég fekk refsingu fyrir að láta draga mig inn í pit og fór í closed pit, en ég lét draga mig áður en öryggishbíllinn kom út. Ég líklegt að þetta verður nú hreinsað af honum. Það með alveg að gera þetta fyrir mig líka, sko. Nei, hvað var hérna? Hvað vorum við að sjá? Það er bara diskúl á þetta. Hvað vorum við að horfa á? Hérna Andri Maris minn. Það er gott spin-a-rooney hérna. Þetta var Alexander Krasi á. Já, var Eyjólfur bara að fara í pittin bara til þess að aðtuga Vitnar þessar reglur í ærising, maður þarf einhvern veginn, öryggisbílinn þarf að byrja á því að safna öllum bílunum saman áður en að þeir mega fara inn í pittin. Eins galið og það er að sjálfsögðu eftir bílarnir að fá að fara inn í pitt, bara leið og þeim langar að fara inn í pitt. Alexander að koma sér út aftur. Nei, hann er að... 10 mínútur sekundur í röð. Eyjólfur eitthvað að vera fúll yfir refsingunni sinni. Ég er að koma hérna fram úr, passa Eyjólfur. Það er næsta kafla. Já, ég er komin inn í pitt. Verða þarna í kaffi. Stefán Freyr og Fenrir Ponsi búin að hætta keppni, McLaren Racing eru bara out. Ég er hérna hæra meginn, passa ykkur. Glúruðu bensínmálunum sínum. Það er auðvelt að klúra þessum bensínmálum, maður þarf bara að gleyma því að hlaðinn setupinu sínu. Það var allt komið í klessu með það. Hérna er dróni. Þessi er glæsilegur. Það er Hákon Darri Jökulsson sem er bara að leiða þessa keppni og við skulum kíkja á það ef staðan færi svona, ef keppnin myndi enda svona, þá er Hákon Jökulsson komin ansi nálægt og komin upp 1 sæti, komin í annað sæti í deildinni. Færi þetta myndi fá 35 auka stig fyrir það, en what? Vantar eitthvað á listan hérna? Er ég ruglaður? Já, nei, Patrik er náttúrulega nýkomin inn í deildina, þannig að hann væri bara að fá 19 stíl sín, það er alltaf svo leiðis. What? Ó, nei.
vona vandamáli mitt er leyst, kæra fólk. Hörru. Öryggisbíllinn er úti. Við erum búin að hópa hópnum vel saman. Við skulum nýtt okkur niður í listan hérna. Við sjáum Hákon Darri Jökulsson, AH Racing, liðsfélagans Alexanders og það er Gunnar Karl Vignisson. Stórfenglegt livery á þessum keppendum öllum og það er eitthvað sem við höfum mjög gaman að sem við erum að sjá þessar útlingar. Pétur Ítli, Turbo Gölkur, þeir hafa aldrei klikkað á geggjuðu livery. Alltaf með eitthvað mjög flott þessi strákar. Það er ekki, ég að taka fram og segir allan að hverjum hjá mér. Sigurgeir Lúðvíksson í sleggjónum. Aron Breki Valgeirsson í bíflónum. Ég er ennþá búið að uppfærast þetta livery hérna. Koma svo. Er það komið? Jú, Hera 85 komið hann að hliðina. Arnar Frakt er að sponsa og Hera 85 vel styrtur, svo neitt styrtur hérna bíflugnum búið Vestfjarðar. Patrik komin í 7. sætið og er núna á sama stað og hann var áðan held ég fyrir keppnið, það var hann kannski í 4. eða 5. En hann er allan að hérna stórglæsilegur Þórhallur Ingi Jónsson bífluga. Það eru Sigurjón Páll Turbo Göltur er uppröðurinn í gangi á fullu. Æri sem er að segja allir keppnum hvað þeir eru að gera, hvort þeir eru að fara fram úr og afringa sig eða hvað það er, og það er keppnisstjórn dómnefndinni okkar að þakka að þetta sé að gerast sem situr hérna fyrir aftan mig. Sérstakar þakkir á þá fyrir að standa í þessu með okkur. Hinrik Haraldsson, hann er að keyra fyrir sleggjunar eins og staðan er núna, en hann er sponsaður að mertur hérna einhverju ruggli bara, Dunkin Donuts, mjög flott lifir í reyndar, má eiga það, þannig að þetta sleppur. Það er Andri Mannís, frændi minn hérna í skittunum, komin upp í 10. sæti. Ég var til að fá einhverja aðra myndavel, takk, þessi er mjög junky, já, þetta er alltaf leið. Hann sem er núna aftastur hérna í röðinni og það eru 40 sekundur í Alexander Hauksson sem er á fleifferð samt sem aður. Hann komin inn í 35 sekundur núna, hann er á harðarsprettinum á eftir hann að ná þvögunni. Við erum að hoppa hérna þessi yfir í bílinn, yfir á Alexander. Þeir eru með special livery, sérstætt livery hérna fyrir Bandaríkjabrautina okkar Long Beach. Þetta er eina götubrautin sem var keyrð í dagatalinu hjá okkur, þannig að þið þurfum ekki að hafa ágjör á miklum veggjum hérna í framtíðinni. En okkur fannst algjör skylda að hafa allavega eina götubraut með í þessari 10 keppna mótorið. Við getum nú virkilega fengið að sjá hvernig menn getur dílað við stress, sko. Það koma þér kennandi inn að beygju 1, öryggisbílur í fram sig. Skellum þessu hérna upp einu sinni enn og fáum að sjá aðeins hvort að hvernig þetta fer ef þetta fær í svona eins og þetta er. Alexander er komin inn á listan niðri. Þannig að myndi mótið standa ef að keppnin fær í svona. Hákon myndi koma sér upp í annarsæti. Myndi að Hákon væri í öðru sæti. Hann er í öðru sæti samkvæmt töflunni hérna núna. Hann og Þórhallur Ingi eru með jafn mörg stig, 89 stig.
Þórhallur Ingi er núna í 7. sæti. Ég held í smástund að allir væru farnir á stað og fór í smá panik. Get alveg viðurkennt það. Alexander búinn að ná þvögunni og er kominn með Inga Jón fyrir aftan sig og Ívar Mána... Nei, Ívar Mána er á leiðinni inn í pit. En hann er á leiðinni út úr pitinum, fyrir ekki við. Hvað eru keppendur? Eru þeir í turn 6? Eða eru þeir í turn 5? Eru þeir hér? Hvað eru þeir? Hanna. Beygju 9 finn ég þá í. Hörru, það komið grænt. Við erum bara farin í race mode. Hákon Jökulsson er ennþá í fyrsta sætinu sínu. Og er með Gunnar Kart samt sem aður á hælunum á sér. Það eru öryggir í einu. Hvað er að gera hérna? Ekkert. Það er ekkert að gerast þarna. Setjum við bara á most exciting stillinguna. Þetta var tæft þarna. Látum æriskinn sjá sínum hvað er spennandi að gerast hérna. Aron Breki beint fyrir aftan hann. Það er strax. Hann Hákon búinn að slíta sér dálítið frá. Virkilega flottur akstur hjá honum Hákoni. Vel öruggur á þessari braut. Annað aðrir sem ég skilðu vel. Kemur Hinrik í 9. sætinu. Það er Aron Breki og Sigur Geir. Hörku baráttu. Pétur Illi komin upp í 3. sæti. Getur nú við, hvenær gerðist það? Replay takk. Já, hann snúsaði. Þetta er Andri að fara inn í pit. Pétur Illi með Sigurjón Helgason er að rjúka upp í 7. sæti. Pétur Illi að falla niður listan. Hvernig er ræsingin? Pétur með, honum er bara sagt að fara fram úr. Já, ég skil núna betur hvað er að gerast. Ég var að horfa á gamalt replay. Takk Henrik. Flottur naggrís, eða hvað þetta er hana? Vona. Þurfum við. Pétur Illi may have crashed. Pétur Illi var í 10. sæti. Wow! Snýst hérna vel og vandlega og það er meira sem gerist þarna í kring. Það er Patrikur sem snýst líka. Patrikur missar afturenda þegar hann er að bjarga sér hann í gegn. Já. Nóg af spennandi hlutum að gerast hérna. Stanslaust eitthvað að gerast.
Gunnar Karl er ekki langt. Patrikur að koma sér upp sæti. Við höfum að sjá í play. Patrikur í öskrandi sókn og Sigur Jón. Sigurjón missir afturendan út. Þar er Patrikur komin upp í 5. sætið. Öskrandi sókn á honum. Aron Breki komin upp í what? Það er að gerast. Hvað er að gerast? Aron Breki er hérna í öðru sæti. Þarna er Gunnar Karl búinn að snúa. Sjáum Gunnar Karl hérna missir afturendan og fagmannlega bakkar upp að vegnum og heldur svo bara áfram og missir þar með bara 1 sæti. Virkilega vel gert hjá honum. Það hangir í honum Aroni Breka. Hangir í honum. Ég sé það hérna á töflunum minni. Hann nær fram úr honum aftur. Ég ætla bara að spóla hans áfram þangað til það gerist. Þarna Aron Breki misti afturendan sinn og Gunnar Karl sæti sig tilbaka. En fyrir vikið er hann Hákon kominn 5 sekúndum og undan, kæra fólk. Enn og aftur er Hákon kominn með 5 sekúnda forskot. Sigurgeir drefur á hálfri sekúndu eftir Gunnar Karl og Patrikur er 4 sekúndum eftir Sigurgeir. Þannig að þetta er bara þetta í mjög dreifð bata og það er bara mjög spennandi. Það er strax búið að minkar í 4,7 sekúndur bilið í hann Hákon. Við erum komin yfir á Pétur Ítla sem aftur yfir á Sigurjón. Leikurinn veit ekki hvað hann á að sína okkur þetta. Þetta er Pétur Ítli að fara fram úr í sókn á hann Andra-Marís. Aron Breki að fara fram úr. Stanslust eitthvað að gera einhvers staðar. Hvernig fór hann fram úr og af hverju fór hann fram úr? Íta pásu. Hér kemur Aron Breki. Og af hverju nær hann að nappa sér 1 sæti hér einhvers staðar. Það er einhver í pittinum. Það er klassískt að ég er að fóra tilbaka fyrir það. Skellum okkur bara aftur yfir í beina útsendingar sem að Pétur Ítli er að sækja á Andra-Marís. Hákon Jökulsson er að setja hraðasta ring. Það er alltaf eitthvað spennandi að gerast hérna. Öryggisbílunum að þakka. Það er alltaf eitthvað gaman þegar öryggisbílun er búin að koma út. Þetta er eins og seinni ræsing hérna. Reynir Pétur en Andri öruggur. Gefur ekkert eftir. Bremsar seint. Gefur ekkert pláss. Þetta er ein mesta trikk benna að komast rætt út úr þessari hairpin-beygju. Andri-Marís að koma sér upp í 8. sætið. Sigurjón, Stefán og Fenrir. Já, við veitum svo sem að Stefán og Fenrir eru í pittinum en Sigurjón er komin í pittin. Hvað kom fyrir hjá Sigurjóni? Það er Ívar Máni sem snýr fyrir framan hann og Sigurjón lendir í því. Og þetta keyrir hann á hann vanginn en það gat hann lítið annað gert en maður kannski lyfti honum að bakka frá fyrst en eitthvað sem við lærðum bara í dag. Já, með þetta einu svona en missar hann þarna undir bremsun. Búinn að léttast talsvert bíllinn. Live og svona takk. Búinn að léttast talsvert hjá honum bíllinn. Pétur er grjótharður í öskrandi sóknin á Andra. Andri með hann hliðin á sér. Andri þarf að gefa hann pláss. Hann hægri beygja næst og Pétur Ítli komið fram úr. Hann er komin fram úr. Áfram. Jakk. Þetta er ekki búið. Þetta er búið. Nú þarf hann bara að halda sér í spoilerna á honum. Og þessar eftir hann. Patrikur er að minka tíman. Ívar Máni kom með svart flagg. Ívar Máni komin inn í pit til þess að afplána sitt svarta flagg.
Ívar Máni er að fá þetta út af incidentum, hann er komið með 20 atkvæðastig eins og heitir á góður íslensku. Já, núna máttu hætta að skipta kamerur. Hákon hérna í fyrsta setinu að fá að snikla sig fram úr Ingo Jón. Sjáuð hann á leiðinu inn í þessa beygju. Virkilega vel ekki hjá hann á Hákoni, búinn að vera hérna að leiða þessa keppni allan tíman. Ívar Máni að koma út úr pittinum. Kemst örugglega út úr honum. Alexander Hauksson 7. sætið með Pétur Illu á hælunum á sér. Alexander í 7. sæti eftir þetta leiðinda atvik áðan. Það hefur ekki sett of mikið strik í reikningi hjá hann. Það var akkurat í þessari hérna beygju þar sem að bíllinn beið eftir honum og hann gæti ekkert farið nema bara í hliðina á honum. Hákon Jökulsson að setja hraðasta hring. Jói í byrni. Patrikur hérna, okkur er ærising ekki að hoppa þangað yfir strax. Ösku mál hjá hann Patrik. Er að koma sér þetta fram úr Sigurgeir og hvar endar þetta? Saman í gegnum sjáuði Patrik hérna snertir. Æpandi sókn er hann í. Patrikur, tæpur er hann, en hann ætlar sér að koma sér í pallsæti. Hann ætlar að koma sér í pallsæti. Hérna er sóknin. Hann er komið samhliða og hann er að koma sér fram úr. Hann er komið fram úr. Hann heldur sér heilum. Patrikur Magnússon í sínu fyrstu keppni hér í formúludeildinni. Hvílíkur akstur. Hann byrjaði ofalega á listanum, að verða sparkað niður listanum í slisi í byrjun. Og með minnur hann hafi verið í 14. sæti þarna á einhverjum tímapunkti og er núna komin í 3. sæti. Verulega vel gert hjá honum. Það er bara spurningin, eigum við að fylgjast með Pétri eða eigum við að fylgjast með honum Sigurgeir, sem að Sigurgeir er í sókn á Patrik. Pétur Illu er í sókn á hann Alexander. Skulum fylgjast með Pétri og Alexander. Getur verið lausir þarna bílarnir. Alls að geta að fara út úr línunni þarna, akstuslínunni, þá missa þær allt grip.
komið svo mikið af svona gúmmítægjum þarna. Patrekur stækka bilið í sér. Patrekur Magnússon að taka hraðast ring 100 og eitthvað millisekundum á undan honum Hákoni Darra röskandi sóknardrengnum. Það eru 30 ringir eftir þessari keppni. Alexander að gera stórt klúður þarna. Alexander að gera stórt klúður og þessu græddan Andri Maris á. En heitir Pétur Ingi, en Andri Maris græddi líka og Alexander Hauksson kominn niður í 9. sæti. Andri Maris kominn upp í 8. sæti. Þetta gæti ræst hjá okkur drengir í chattinu. Kannski verður bara McQueen sakna yfir flórun af bílum sem klessa á. Bílið á milli Hákons og Gunnar Karls bara að stækka. Bílið á milli Gunnar Karls og 3. sætisins líka bara að stækka. Það verður spennandi að sjá hvað gerist núna. Eins og segir, það eru 30 ringir eftir. Þetta ekki búið. Það langt í frá að vera búið. Skellum okkur yfir einhvern svona fancy skot bara á. Hörðu. Aron Breki ennþá framvængslaus. Það er bara þannig. Nú er ég komið með einhverja upplýsingar hérna. Ívar þarna gerist eitthvað á. Þetta er það sem var að vængnum hans Arons. Þetta er ástæðan fyrir að hann er ekki með framvæng. Hákon Jökulsson að setja hraðast ring. Ívara massa bílinn sinn. Óheppilegt að ég skulle hafa verið að horfa akkurat þarna. Bílinn er alveg í skralli þarna. Gunnar Karl með Inga og Jón fyrir aftur sig. Hann er nýbúinn að komast fram úr honum. 12. sæti þarna Ingi. Patrekur í 3. öskrandi sókn er að minnka bilið í Gunnar Karl Vignisson, liðsfélaga sinn. Það er Aðalbón Racing Team. Við ætlum að sér að sækja öll stíðin inn í dag. Það er Eyjólfur og Sigurgeir. Það kemur Hinrik Haraldsson í 10. sæti. Hérna kemur Aron Breki, framvænslaus.
keyra ótrúlegum hraða þrátt fyrir að vera framvængslaus. En hérna beint fyrir aftan hann bíflugan Þórhallur Ingi Jónsson sem að í öllum líkindum mun þurfa að fá að fara fram honum með þetta smástund. Þetta var nú bara eitthvað skilti af fjúkum. Hérna árekstur hjá. Kaos í gangi. Ó nei, það er kaos í gangi. Hvað gerist þá hér? Andri, já, vel gert hjá Andra. Ég kemur Sigurjón Páll Helgason. Bíllinn hans Ívars Mána þarna í klessu. Alexander frábæran tíma 1.06.8. Hér er Pétur Illi komast sér upp sæti. Já, hann var fram til liðsfélaga sínum. Nei, Pétur Illi er turbókvöldur. Hvar er þetta vel gert. Já, Þórhallur fór fram úr hér, alveg rétt. Heyriði, þá pælum við hans í þessu. Gunnar Karl í Hákon. Bilið þar er að verða 10 sekundur. En Patrikur í Gunnar Karl. Bilið þar er að verða 6 sekundur. Það er að minka bilið þar. Patrikur er í æpandi sókn. Sigurgeir er ekkert langt þar á eftir. Þórhallur Ingi komin upp í 5. sæti. Mér finnst þess að séu margir búin að fara langt niður listan og upp aftur í þessari keppni. Andri Marís til dæmis komin í 7. sæti. Alexander Hauksson var áðan í 14. Nýtt er búin að gerast. Ívar Máni kom með of mörg innsettet á sig og dómnefnd búin að diskvalifiera hann. Það er æfingin sem skapa meistarinn í þessu og ef maður er ekki búin að æfa þessa braut neitt þá er maður í bölvuðum vandræðum. Andri Marís. Alexander Hauksson. Nú er ágætið spil hérna á milli allra keppendana. Ef það væri í reglunum þá væri alveg tilvæg að henda út öðrum öryggisbíl. Það er eitthvað farið vandan sinna til þess að við höfum að setja út annan öryggisbíl. En það er engin random öryggisbíl eftir. Ekkert svoleiðis. Þannig að Þetta maður henda okkur inn í bíl til hans Hákons. Hann takkir hring með partilagi í botni. Nei, ég segi nú svona, þú mætti að fara að spila þetta partilag. Gunnar Vignisson að setja besta hring. Það er að hitna í kallinum. Gaman að sjá hringina sem er að vera að setja hérna á sikatið. Hákon tæmpur þarna. Hann þarf bara að hitta eitt svona vegg og þá er fyrsta setið farið. Hann
hann komið ansi mikið bil hérna á milli keppenda. Hring á eftir þarna alveg 8., 9., 10., 11., 12. og 13. sæti eru öll einhverjum hringjum á eftir. Þannig að það kemur mér ekki á óvart að ef það myndi verða einhver stór slys að það verði öryggisbíl. Það kemur ekkert á óvart. Ég held ekki að lofa ykkur einu eða neinu, sko. Það kemur ekki á óvart að það kemur öryggisbíl. Patrekur Magnússon að koma inn í fyrstu keppnina sína, keyrir fyrir Adelbone Racing Team og er að sópa einn stigum. Hérna sjáum við Hákon, hann er að ná hægari umferð. Þetta er ekkert í fyrsta skipti sem hann nær hægari umferðin í dag. Hvað ætlar að gera hér? Heyrir í baráttu. Þetta er challengeið. Þetta var nú eitthvað skytið. Svona gerir þetta stundum. Þá sjáum við hérna tímana. Ég ætla að fara yfir það. 1.06, 1.05, 1.66. Allt lágar 1.06 nema þetta 43 hringurinn hjá honum. Hjá Gunnar Karl. 1.05, 1.05, 1.05, 1.06. Hann er að ná honum á þessum síðustu hringum. Við sjáum þá tímanum, hann er að minnka. Patrekur er komin í 5, Gunnar Karl er komin í 5 sekundur. Þetta er ekki ennþá búið, kæra fólk, þetta er sko ekki búið. Overtake takkin er alveg ónotaður hjá þeim flestum. Getur hann á bara 8 sekundar eftir að sínum turbo-taka. Þannig Henrik Haraldsson sem er hérna bara á fullu bústi núna inn beinakaflan og er að tæma sig hérna þrátt fyrir að eiga 10 hringi eftir þessari keppni. Var hans búst bara búið. Það eru svo sem 12 sekundur í Sigurinn Helgason í 11. sætinu, þannig að hann þarf ekki að hafa miklar áhyggjur. Þá skulum við skipta yfir á Andra Marís sem er í sókn á Pétur Illuga. Það er reykur hérna fyrir framann. Þórhallur Ingi gerir einhver mistök eða eitthvað gerir hann. Því að Pétur Illugi er búinn að sækja ansi vel á hann, en Andri Marís er í split, nei, hann er í defusum á Pétri. Andri með frábæran tíma, sjáu þarna 1.05.7. Virkilega gert. Hann er, bara mjög vel gert, sko. Við þurfum að hafa það alveg á hreinu. Hann er 1.05 og Pétur Illugi Þór og Sigurgeir eru allir 1.06. Þannig að Andri Marís bókstaflega á vel skilið að koma sér upp í 3. og 4. sæti hérna í dag. Sjáuð Pétur! Pétur misti afturendar þarna og Andri gerði hárrétt, slakaði á leiðinni inn í beygjunni til þess að vita hvað myndi ske og hafa smá tíma til að bregðast við. Pétur eitilharður. Þetta kemur þetta. Nei, Andri er bara að ógna, en hann sýnir sig vel. Eitthvað gerist henni við framann líka. Aron Breki Valgeirsson may have crashed, stendur hér á töflunni á mér. Pétur Illugi. Þetta er erfitt aðstaða. Það er Ingu Jón. Andri Marís er ekki búinn að missa hann frá sér ennþá.
Hann sýnir sig. Æ, þetta er nú ekki það sem ég ætlaði að gera. Ingu Jón að berjast þarna við afturendan hjá sér. Kíkja á Aron Breka. Já, missar afturendan hérna. Nær næstu því að halda þessi slæti. Hann er líka mikið búinn að vera að æfa driftið. Það hefði ekki komið mér óvart að ná að halda þessu. Það er Pétur Ítli með andra á eftir sér. Sjáum hérna á tímanum hans Péturs. Hann er ekki búinn að vera að fara alveg jafn góða tíma á Andri. Og hérna sem Andri ætlar að gera sóknina. Og hann er kominn fram úr, hann er kominn á hlið. Já. Nær að læsa þetta inni. Virkilega vel gert. Andri Marís Hilmarsson kominn upp í 7. sæti. Jumrús og Spáni, komið sjálf blessu. Hér er Aron Breki að taka fram úr Alexander Hauksson. Hvers vegna er þetta til Alexander fyrir inn í pittin, já. Hér er Alexander, Alexander í köku. Og það kemur ekkert þetta inn. Þess áhugavert og það er. Þá er það Þórhallur Ingi fyrir Andra Marís. Það er komin út öryggisbíll, held ég, er það ekki? Það er gult flagg. Komið á loft. Gult flagg komið á loft. En það er 8., 9., 10., 11., 12., 13. og allir mörgum ringjum á eftir. En þetta gerir þetta gríðarlega spennandi að fá enn annan öryggisbíl og það eru einhverjir, já, ég kann ekki að gera þetta. 15 ringir eða eitthvað eftir. Það vitlaus átt út minn. Það er Hákon, Hákon búinn að ná öryggisbílnum út. Þetta beint fyrir framan hann. Ég er með alveg hauga myndaðalega með inn í bíl hjá honum. Kíkir hérna fyrir aftan. Mjög gott. Hann er bara langt fremstur hérna og bíður eftir því að restin kom og sækja á. Alexander komið sér út úr pittinum. Já, ég fekk aftur refsingu út af því að koma út öryggisbíll á meðan ég var að láta draga mig.
Þetta er nú það eiginlega besta við þess að keppnir í okkur, það er þessi öryggisbíl. Ég veit að, þetta var bara dundra á öryggisbílinn, ég var búinn að gleyma því að það er ekki hægt að gegna þess. Já, allavega, þetta er eitt af uppáldunum mínu við þessa keppnir. Það er þessi öryggisbíl sem að kemur út á til og hristir svona vel upp í þessu. Það er ekki búið fyrir en þetta er búið. Sjáu þið, það er að trekkja áfram keppendurnir sem eru fyrir aftan. Og hann leipa fram úr á hægri. Getur, fara á undan mér. Já, ok. Alltaf raðast upp. Henrik Haraldsson hérna á leiðinni gegnum hringtorgið góða. Hleypa hérna fram úr sér og fylgja bara leiðbeiningu leiksins. Dómararnir sem er að raða þessu upp. Það er ekki, ég er ekki að fara að aðfengja með 35 sinum ekki. Hvernig getur Fenrir verið komin út aftur? Með hvaða bensín er hann? Hvernig má það vera? Stefán er ennþá í pit. Hinrik það er einu bingo eftir og Sigurjón Helgason, Yngvi Jón, Alexander Hauksson og Eyjólfur. Þá fara þær eitt rúmt hérna í viðbót. Á Batti gæti komið sér upp í P1, það er alveg, þetta er svona, ég kæmir ekkert á óvart sko, ég myndi allan ekki verða neitt hissa, ég get alveg sagt ekki það. Hákon Darri er náttúrulega með tvo mjög sterkar liðsfélaga hérna fyrir aftan sig, Gunnar Karl og Patrik. Þetta er ekki alveg að fyrir fram með samt en allt er góð. Já, fljótar í pitinu. Sigur. Það eru góðir, brúið sko, það eru góðir. Komin í fallega inn á bílina. Fallega hljóðið í þessum BMW-plata líka. Þannig að keyra upp á draumum, já, það kemur mér ekkert óvart. Kemur mér bara ekkert óvart.
Það komið grænt. Það er komin hörku barata í þetta hjá okkur. Og við erum að fara að setjast í bílinn. Gunnar Karl. Strax með árás. Passaðu Aron. Næri ekki að læsa. Sjáu ykkur nálægt þarna. Þetta var fáránlegt. Ég er bara... Hann sleikti afturrendan á honum. Hákon Darri lætur ekkert aftur að sér. Heldur sinni stöðu. Patrikur ætlar að nýta sér ef eitthvað gerist. Þarna er Andri Marís að koma sér í vegginn. Öll von farin hér upp að koma sér í 3. sætið. Hvað er að gerast núna? Jæja, við erum að kíkjum hérna fremst. Þétt setið, býtum við, kíkjum aftur á Gunnar. Þetta er nærlagt. Hákon hægur þarna út, sýndist mér, og þá grætti hann Hákon bara á því. Fyrir vikið komst Gunnar Karl ekki rætt út. Fyrir aftan Gunnar Karl er Patrikur. Jesus. Brana. Það er þétt setið hérna hjá okkur núna alveg niður í 7. sæti. Eyjólfur kominn inn í pit. Sigurjón að fara fram á honum Hinrik hérna. Nei, og Sigurjón bremsar allt of seint. Hvað ætlar hann að gera? Já, þetta textjör. Velkomin aftur. Velkomin aftur. Já, höfum við yfir á. Hvað var það? Splundrast ykkur hér? Nei. Gunnar Karl, hálfri sekund eftir honum. Hákon Jökulsson. Svo kom fram að Hákon Jökulsson búinn að leiða þessa keppni allan tíman. Einhvern veginn er Fenrir komin aftur út á braut. Andri er búinn að laga bílinn sinn en situr núna í 12. sæti eftir þetta ömulega klúður hérna og lenda á vegg. Hérna er bara fyrsta sæti ennþá Patrikur Magnússon. Hann gerir bara rólegur og býður en það er engin ástæði fyrir hann til þess að vera að atast neitt í liðsfélaga sínum. Þeir eru með 2 og 3. Nú er bara spurning hvort að liðsfélagin getur náð fyrsta sætinu. Hann er með Hákon Jökuls. Þetta er geggjur myndavel. Er þetta hyggst alveg ómögulega mikið núna? Ég sé að hérna tabla mín lítur ekki drópaslega vel út. Eftir hana Gunnar Karl. Gunnar Karl. Það er þvaga hérna mönnum. Og þetta er Sigurjón Helgason sem er hérna einu ringu eftir. Það er að valda Austland, hann getur ekki því gerst. Hann er þarna og hann má vera þarna. Hann hleypti nokkuð vel fram úr sem bara sýndist mér. Pétur Illu að sækja á Þórhall. Og hérna kekar hann öskrandi sókn, kemur sér fram úr og læsir það bara inni og komir fram úr, komir upp í 5. sæti. Pétur Illu Einarsson. Virkilega vel gert. Gunnar Karl.
Sjáu þið overtake hérna niðri í nafnalistan eða það sem stendur nafnið á þeim. Og sjáu þið OT eftir boostið sem þeir eiga. Ekki rafmagnsboost heldur þetta bensínboost. Hákon lélegur þarna en samt sem áður fín exit. Gunnar Karl er að ógna, hann er að sýna sig. Það er ekki að gefa neitt eftir. Hann er rétt fyrir aftan Patrikur og býður bara spakur. Það er fleira spennandi að gerast hérna í brautinni. Aron Breki er í sókn á hann Þórhall. Þórhallur er í sókn á Pétur Ítla. Og hérna er Gunnar Karl. Komin þétt, sjáu þið. Þetta er Hákon ofan í Alexander. Alexander er liðsfélag hans. Patrikur og skilísmastundi á. Arnbergi hafastendin fyrir aftan á. Þetta er bíflöðu hann fyrir framan hann. Þetta er Ingi Jónsson. Nú er spurning hvort að þeir geri einhverjar liða ákvarðanir og fór leipi Aroni en kannski ekki endilega ástæða til þess. Skulum kíkja hérna á tímana hjá þeim. Aron Breki með flesta sína tíma 1.06 lágum og Þórhallur er með aðeins minna consistency en samt sem áður. Engin ástæða hér til þess að gefa einhverja liðskipanir, myndi ég segja. Gunnar Karl búinn að missa sekundu. Hákon, hái spurning hvort að það verði gerð einhverja liðaskipanir hér. Og heyrðu, er Alexander baráttu. Svo er staðan Sigurjón Helgason. Alexander Hauksson búinn að lenda í tvennum umögulegum atvikum hérna í þessari keppni sem og flestum öðrum keppnum hérna í þessari deildana. Oftast bara ekkert honum að kenna, ekki neitt.
Örfá ringir eftir, við erum að tala um 3 ringi, það eru 2 ringir fyrirgefið, 2 ringir eftir, nei, hættu þess Aron, það eru 3 ringir eftir. Sekunda í Hákon Jökulsson og það er hálf sekunda cirka bát frá Patrik yfir í Gunnar Karl. Pétur Illugur hérna á eftir honum Sigurgeir Lúðvíksson. Stutt hérna á millinni við hérna er Alexander að fara fram úr Sigurjón Helgason sem snýr. Og já, passaði þig. Sleppur hann með framöndan. Hér er Pétur Illugur algjörlega komið aftan í hann Sigurgeir. Sigurgeir er með hægari umferð þarna fyrir framann sig. Þeir komast báðir fram úr hérna á beinakaflanum. Patrik er komin 4 sekundum á eftir Gunnari Karl. Eitthvað hefur hann mist bílinn. Komin 4 sekundum eftir á þessum hring. Hann hefur rækilega gert einhver mistök. Stefán komin aftur út á braut. Stefán og Fenrir báðir komin aftur út á braut. Ég veit ekki hvernig þeir gerðu þetta, hvernig það er bara að spara bensín þangað til í endan svo þeir getur tekið þátt í lokakaflanum. Hér er Alexander. Sókn á hann Hinrik. Síðasti hringurinn sem við erum að horfa á núna, já, það er svoleiðis. Þannig að við verðum að fara að skipta yfir á Gunnar Karl og Hákon Jökulsson. Bilið er ekki alveg að duga. Hákon er verulega hraður og er að ringa vel til. Hérna fyrir aftan er Alexander að ná að koma sér fram úr Hákon. Nei, Hinrik. Hér er Stefán að ég held sem snýr öfugt eða Fenrir. Og hérna kemur sigurvegarinn. Og hvar er helvitis flaggið, flagstand hérna. Bram, bram. Hákon Darri Jökulsson sem að tekur sigurinn í þessari keppni hjá okkur í annað skipti sem hann sigrar líka síðustu keppnina Imola. Það var Gunnar Karl Vignisson sem tekur annarsæti. Býttu nú við, Patrikur Patrikur, hvað gerist Patrikur? Patrikur kemur hér út úr síðustu beygjunni. Stendur hann... Nei, hann er bensínlaus. Patrikur er bensínlaus á beinakaflanum. Vel gert Hákon. Það er nákvæmlega það sem gerðist. Patrikur missir 3. sætið með því að verða bensínlaus. Patrikur, ertu þetta út á braut eða? Patrikur missir 1. sætið sitt. Nei, 3. sætið sitt fyrir ekki við. Þetta var heldur betur eitthvað sem ég bjóst ekki við að sjá núna. Bara alls ekki. Hákon Darri tekur sigurinn. Gerir hann. Zoomum vel á kallinn. Sjáum hann taka sigurspólið. Þetta fallega GT logo og virkilega flott livery. Þarna, car control. I got this.
sætið. Virkilega vel gert hjá Hákoni Darra Jökulsson. Mjög flottur akstur hér. Gunnar Karl í öðru sæti. Sigurgeir Lúðvíksson tekur þriðja sætið. Vílíkt meistaraverk. Spáum hérna upp stöðuna. Svona fór keppnin sjálf. Það er mér langar bara að segja virkilega vel gert allir og takk fyrir mig. Alexanderinn er sáttur með þetta, Andri Marís er sáttur með þetta, ég er mjög sáttur með þetta. Það er Hákon Darri sem tekur sigurinn eins og við töluðum þetta rétt á hann og svo er það Gunnar Karl Vignisson í öðru sæti, Sigurgeir Lúðvíksson í þriðja sæti, fekk það þarna gefins, Pétur Illugi Einarsson í fjórða sæti, Þórhallur Ingi Jónsson í fimmta sæti, Patrekur Magnússon sem gaf Sigurgeir þriðja sæti í sjötta sæti, Aron Breki í sjöunda sæti, Ingu Jón tekur áttunda sæti eftir þokkalegan akstur hér. Þáttur að hafa verið langt á eftir þetta á partí en frábær akstur samt sem aður. Alexander Hauksson er komin í níunda sæti og Hinrik Haraldsson tekur tíunda sætið. Svo er 11. sæti Sigurjón Páll Helgason, Andri Marís Hilmarsson í 12. sæti, Eyjólfur Jónsson í 13. og Ívar Máni Hrannarsson í 14. sæti. Svo er Fenrir og Stefán sem sita þetta saman í 14. og 15. sæti með bensínlausu bíluna sína. Þannig Ívar Máni sem var disqualified fyrir smá óöruggan akstur, en þetta er eitthvað sem að menn geta æft og það er ekki vandamáli. Hlakkum til að sjá því hérna aftur. Talsvert öruggari bílstjóra. Sama með Stefán og Fenrir. Þeir eru búin að senda mér skilabóð og spyrja hvort við ættum kannski að hafa svona 5 mínútna pása á milli keppnana, á milli tímatöku og keppni. Það er alveg ágætis pæling, hvað sem við getum bara vel skoðað. Ég veit ég get ekki sett upp í stillingunum, en ég geti haft svona grid set stillingar. Við skulum skoða það, það er ekkert mál. Svo er race control í 17. sæti sem er engin keppandi sem er í að taka þá. Þá skulum við poppa þessu burt og poppa þessu inn. Og stöðuna hérna í mótinu. Hákon Darri Jökulsson situr í öðru sæti. Gunnar Karl er ennþá að leiða þessa keppni en það er stutt núna í að Hákon getur náð honum með þessu áframhaldi allavega. Það er 35 stig fyrir í boði fyrir fyrsta sætið. Þannig að hann getur náð honum ennþá ef að Gunnar Karl gengur ekki alltaf vel og hann hefur gengið hingað til. Svo er það Þórhallur Ingi Jónsson í þriðja sæti. Pétur Illugi, hann er að hoppa þetta upp í fjórða sæti, sparka Bjarka Viðar niður. Bjarki Viðar náttúrulega tók ekki þátt í þessari keppni, hann er hættur í Aðalbón Racing Team, þannig að hann fær 0 stig. Sigurjón turbogöltur, hann er 2 turbogeltir rétt saman. Þeir verða bráðum í fjórða og fimmta sæti saman. Ef að Sigurgeir Lúðvíksson er ekki eftir að slengja sér upp í þriðja eða fyrsta sætið með 25 stig og er komin upp í sjönda sætið. Nei, hann var allan tíminn í sjönda sætið, hættu þessu. En það er Aron Breki, hann er að hoppa upp sæti. Þeir lélega byrjun í mótinu en hann sýnir alltaf fanta akstur þannig að hann er að sjálfsögðu búinn að rykkja sér vel upp sæti hérna. Komin í 8. sæti. Alexander Hauksson situr ennþá í 9. sæti en Andri Marís í skittunum Sumarhúsinu á Spáni, hann er komin upp í 10. sæti, búinn að fara upp 2 sæti hér eftir þessa keppni. Karl Þórodsen fellur niður 3 sæti og Stefán Freyr er þarna rétt á hælunum á hann með jafnmörg stig og er að falla niður 1 sæti líka eftir að hafa klúrað þessum bensínmálum. Svo er Yngvi Jón, svo er Fenrir Ponsi, svo er Eyjólfur Jónsson, svo er Jesper Sand, Marino, Árni Fannar, Hinrik Haraldsson, Patrekur Magnússon sem er náttúrulega splunkunir keppandinn hjá okkur. Er ekki einhverjir hérna? Fleiri? Nei, það er engin fleiri keppandi sem tóku hér þátt í dag allavega. Þannig að þetta er lokið. Þá ætla ég að blasta þetta einu sinni enn. Ykkur smá. Vona, var eitthvað fleiri sem ættu eftir að fara yfir, kæra fólk? Það var spotta strákana í McLaren Racing. Þeir voru að drekka sjúga bensín úr öðrum bílum á bílastæðinu og þannig komið þeir sér aftur út á braut. Mjög vel gert.
ætla að vona að ég sé að fara að greiða öllum fólkinandi áhörnandastúkunum fyrir bensíni sem þið stáluð að þeim. Jæja, ég held ég sé búinn. Ég er búinn að sýna ykkur stíginn. Ég er ekki búinn að sýna ykkur liðastíginn. Nei, ég sýna ykkur það bara í næstu útsendingu. Ég áttur að setja það inn. Allavega, slúttum þessu hér. Ég þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið. Behelst ykkur, við sjáumst eftir viku á Hockenheim Ring, þar sem að verður allt barist. Það er aðeins meira pláss þar, aðeins þægilegra fyrir keppindur að komast fram úr. Þannig ég býst við hörku kappindur þar aftur. Þetta var geggjuð keppni. Takk fyrir áhorfið, takk fyrir að vera þetta með okkur. Sjáumst næst. Það var stórfenglegt.